Útvarpsradikal. Fyrst það eru kosningar þá mjög mikilvægt að við ræðum eitt afar brýnt stjórnmálalegt málefni sem að því miður ekki að fá nægilega umfjöllun. Það eru logo stjórnmálaflokkana. Vegna þess að íslenskir stjórnmálaflokkar ekkert rosalega duglegir við það að hanna mjög góð logo, að mínu mati allavega. Þannig að ég ætla að skoða logoinn hjá þeim 9 flokkum sem eru í framboði allt land og aðeins að vega og meta þeirra logo og sjá hversu góð þau eru. Fyrir mér eru bara 2 stjórnmálaflokkar á Íslandi sem eru með virkilega góð logo. Svona logo þar sem að þú horfir á logoið og þú bara skilur strax sirka hvert flokkurinn að fara bara með því að horfa á myndina. Þessi 2 flokkar eru Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir. Byrjum á Vinstri grænum. Ok, þú ert hérna, þetta ógeðslega basic logo. Þú veist, þetta myndar VAF, þú veist, Vinstri grænir og Vinstri svolítið mikill áhersluatriði. Þetta jú Vinstri flokkur og já, þú veist, grænir, þú veist, þeir eru styðja sérstaklega endurnýtanlega orkugjafa, þess bara græna orkustefnu og bara umhverfismál svona mikið í forgangi. Þannig að vaffið myndar smá svona lauf og svo bakliðin á því rauð, svona verkalýðsliturinn bara vissu marki. Þannig að þeir eru, þú veist, bara með 2 litatónum og mjög einfaldri hönnun þá svona, þú veist, ef þú veist ekkert íslensk stjórnmál og sér þetta logo og veist þetta stjórnmálaflokks logo þá svona getur þið strax sirka áttaði á því hvað þið standa bara út frá logoinu. Sjálfstæðisflokkurinn þarf vart að útskýra, þú horfir á þetta logo aftur, myndir ekki vita neitt íslensk stjórnmál en þú horfir á þetta og þú bara strax ert smá svona, já, þú veist, þetta örninn sem að trónir yfir, þú veist, þetta líka tilvísun í einna landvættunum sem náttúrulega verja landið gegn erlendum ógnum og þú veist, Sjálfstæðisflokkur, þetta flokkur hann ætla að halda landinu sjálfstæðu, þannig að, þú veist, gullfallegt logo, bara stendur fyrir sínu, gerir nákvæmlega það á að gera. Ok, svo ætlum við núna að tala þau logo sem eru svona ágæt, að þau standa alveg fyrir sínu en eru samt ekki neitt svona geðveikt vel hönnuð. Þeir eru bara svona frekar basic hannanir, mætti segja. Ok, fyrsti flokkurinn í hérna, svona flokkurinn með sæmilega vel góð logo eru Píratarnir. Píratarnir náttúrulega, það eru til margir pírataflokkar í mörgum löndum Evrópu og kannski víða, veit það ekki alveg og þeir náttúrulega reyna að halda svolítið í þess, þeir eru held ég allir pírataflokkar með logo sem einhvern veginn svona, já, hálfgerður sjóræninga fáni en íslensku píratarnir, þeir eru með harðfisk á fánanum sem bara vísum þetta, já, þetta eru íslensku píratarnir, ég meina einna fyrstu tillögunum fyrir íslenskan þjóðfána var minnir mig blár bakgrunnur með 3 hvítum fiskflökum á, þannig að þetta svona vísun í það, bara já, þetta eru íslenskir píratar, þú fattar út á fánum, þetta pírataflokkur og eins og segir, harðfiskurinn hérna gerir það smá þjóðlegt, þannig að já, endist ekki neitt geðveikt, þú horfir ekki á þetta logo og hugsa, þetta flokkur sem það fylgja, en ég meina hver fylgir líka flokk bara út af logoinu, það pínu kjánalegt eða þá maður ekki alveg svona meitt rosalega aktífur kjósandi en ekki allavega bara nokkuð gott hjá píratunum. Annar flokkur sem við tala um Framsóknarflokkur. Ég verð að viðurkenna kannski finnst mér þetta bara svona vel heppnað logo bara því að þetta náttúrulega mjög gamall og rótgróinn flokkur, hann núna varð 100 ára í fyrra flokkurinn minnir mig. Jú, held að verið í fyrra, 1916, sem hann var stofnaður, en þú veist, og flokkurinn hefur svona rætur sínar mikið til sveita, í íslensku landbúnaði og það, ég veit ekki alveg, þetta lúkkar ekki framsækið þetta logo, en þú veist, þú horfir á það og þú sérð alveg, þú veist, sérð plöntulíf, þetta eitthvað landbúnaðar, einhver tilvísun í landbúnað eða ræktun eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta alveg nægilega einkennandi, en þú veist ekkert, en kannski að bara til barnsins tíma þá hönnunin ekkert svona framúrskarandi heldur, en hún einföld, hún virkar, maður veit þetta Framsókn, þannig að hvað það varðar, gott logo. Annar flokkur sem að mér finnst líka vera með nokkuð stolið logo, það flokkur fólksins, mjög basic
þú ert með útlínur Íslands í bleiku af einhverju ástæðu. Ég verð að viðurkenna, bleikt virkar ágætlega. Ef þetta væri eldrautt þá myndu þau líta út eins og algjörir kommunistar sem að þeir vilja ekki. Ef þetta væri sjálfstæðisflokkurinn með bláa örninn, þannig að þú veist, þið hugsaðu með blátt þá er þetta bara það gæti verið, það er svo misvísandi og náttúrulega samfélkingin þeir nota rautt, þannig að kannski vildu þið bara vera með lit sem enginn annar er með. Björt framtíð er meira fjólublátt, mér þá eftir, en allavega en já, og svo náttúrulega F-ið í miðjunni og ég meina íslenska orðið yfir fólk er augljóslega fólk og það er byrjar á F-i, þannig að þú bara já, fólk, já, þetta er flokkur fólksins og þú veist, Ísland þýðir þetta er flokkur alls fólksins í landinu, þannig að, veistu, ég er búinn að skipta skoðun, ég ætla að setja flokk fólksins einu leveli hærra, ég ætla að setja logoið þeirra á sama level og Vinstri grænir og sjálfstæðisflokkurinn, bara geðveikt logo, skilar sínu, veist nákvæmlega hvert þeir að fara. Ok, annar flokkur sem er með sæmilega gott logo sem við okkur tala það er merkilegt nokk Miðflokkurinn, nýi flokkurinn hans Sigmundar Davíðs. Veist, máli hans til varnar logosins á ég við, máli logosins til varnar og þú veist, þrátt þetta sé fucking Miðflokkurinn þá er ég hlutlaus. Þetta stendur upp úr og það reyndar eftir því, ég veit ekki hvort að þeir séu að nota hvítu útgáfuna eða hvort þeir ætli ennþá að, verður þetta ekki hvít með bláum bakgrunni eða hvort þeir ennþá með norðurljósa bakgrunnin, það var það sem ég sá fyrst á Facebook, kannski þeir hætti við það. Ok, við vitum alltaf að jú, þau virðast hafa tekið bara einhverja mynd af netinu, breytt henni aðeins og þú veist, höfðu ekki einu sinni fyrir því að snúa henni á spegla hann alltaf, gera þetta minna hugljóst en það góða við þetta logo er að þú tekur eftir því, þú veist, þú sérð logo allra flokkana, þú manst eftir því, þetta stendur upp úr sérstaklega með norðurljósa bakgrunn sem ég mæli með að þeir ættu að halda, bara til að standa upp úr, en ef þú horfir á logoið þá veistu ekkert flokkin, þetta, þú veist, fyrir utan við það kannski að þeir væru geðveikt mikið að styðja hrossabændur eða reiðfólk eða eitthvað þá horfir á þetta logo og þú veist ekkert hvað þessi flokkur stendur sem er mjög viðeigandi með viðflokkir því ég veit ekkert hvernig þeir eru að berjast fyrir heldur en já, ok, þannig að þetta er brilljant logo hvað það var þar en já, eins og ég segi, þetta er allavega frumlegt það er þess vegna sem ég finnst þetta ágætt logo og þetta stendur upp úr en eins og ég segi, þetta segir mér ekkert flokkin en ok og að lokum þá ætlum ég að tala tvö flokkslogo sem sem ég bara svona, come on, er þetta það besta sem einhver datt í hug? Fyrsti flokkurinn er Björt framtíð. Ok, ég verð að vegna Björt framtíð að fyrir því, þeir eru eiginlega með tvö logo sem þeir nota álíka mikið. Fyrsta lagi er fjólublái skjöldurinn með BF, Björt framtíð, þú veist, þetta er eitthvað sem þú gerir í Paint á 5 mínútum þegar þú fattar á seinustu stundu að þú glemdir að gera upphafsmynd á ritgerðina þína eða eitthvað þannig. Þú veist, eins og með miðflokkinn, partur ástæða fyrir að þeirra logo er bara svona er að því að þau þurftu að gera eitthvað í flýti og miðað við flýtin sem þau þurftu að gera þetta í þá hefur það að hanna logo náttúrulega ekki verið efst á forgangslistanum en þeir gera þetta bara í flýti og þú veist, ágætt. En Björt framtíð, þeir eru núna búin að vera í stjórn, Björt framtíð var stofnuð hvað? Fyrst þrátt, var það 2011 eða 2013 sem þeir tóku fyrst þátt, nei 2009 eða 2013. Ég man það ekki alveg, við þarfum að googla það, en allavega á þessum langa tíma hefðu getað fundið eitthvað betra. Þeir eru með annað logo sem er aftur fjólublái skjöldurinn og þessi skrýtna lykkja, ég held að hún eigi að tákna hjól atvinnulífsins eða eitthvað þess háttar en eins og ég segi, þetta er ófrumlegt logo sem að segja mér ekkert flokkinn en kannski er eitthvað djúpmerking á bakvið þessa lykkju sem að ég bara skil ekki, það er vel innan marka raunveruleikans en allavega, ég bara tengi ekki við þetta logo, veit ekkert hvað þetta stendur fyrir og þú veist, allt of simpelt, þú veist. Þeir eru búin að vera til nógu lengi, hljóta ekki að finna eitthvað betra. Annar flokkur, það sem er með logo sem ég bara skil ekki, það er Viðreisn, þú veist.
ég hélt lengi að þetta væri snjókorn og þá myndi litirnir mega sens, þetta hvítt, gulllitað, þú veist, eins og þegar snjór skín, sól skín á snjóin og hann glitrar, en þá var þetta svona, er þetta flokkur skíðafólksins? Þú veist, virkilega, ég bara skil ekki þetta logo, þú veist, ok, ef ég sé það, ég man þetta Viðreisn bara því að ég fylgist nóg mikið með í fréttum þannig ég man að Viðreisn eitthvað sem er til, en hvað, já, þetta og Björt framtíð eru tvö logo sem ég horfði bara á og bara, En ég á eftir að minnast á einn flokk og eftirfarandi flokkur fær sem sagt skammarverðlaunin fyrir lélegasta flokkslogoið og það er Samfylkingin. Rauða kúlan. Ég veit ekki hvað þetta þýðir. Ég hélt lengi að þetta væri lækkandi eða hækkandi sól og þannig ég var svona hugsandi hvort það einhver Japani hefði stofnað flokkinn. Þú veist, þeir náttúrulega eru með þjóðfánum sínum minna rísandi sól. Svo reyndar að réttar ég tók upp skoðaði ég logoið á nokkra myndir og það sá ég að kúlan er örlítið skeið. Það er að segja, ef þú ferð á síðuna þeirra og svona sér það sem er meira dítilið, kúlan er skeið. Þannig að þetta er ekki bara hringur, þetta er alveg hnattur. Þannig að ég held ég skilji allavega, þú veist, þetta er, þú veist, við erum samfylking, þannig að við erum öll saman og ég meina hvað er meira sameiningartákn heldur en hringur eða kúla, þú veist, kannski, þú veist, við öll á jörðinni erum tengd, þess vegna er þetta kúlu, laga, að því að þú veist, allur hnötturinn, við erum öll mannfólk, við erum öll eins, kannski það merkingin, af hverju þá rautt, kannski líka það á að vera litur verkalýðsins, en ég veit ekki, þetta er full rautt fyrir mig, þannig að ég hugsa full mikið um kommunisma þegar ég sé þetta logo, þannig að ég er svona, þið eruð miðjuflokkur, þið virkilega viljið, ok, samfylkingin þeir eru svona frjálslyndur vinstri flokkur, þeir nær miðjunni heldur en eitthvað annað fyrir mér allavega, en allavega, já, þú veist, ég bara fatt ekki þetta logo og virkilega, þetta er rauð andskotans kúla. Og þið voruð með lengi, þið hafið stundum verið einna stærstu flokkurum í stjórnmálum og þetta er það sem þið notið til þess að kynna ykkur, rauða kúlu, þú veist, ég meina, ok, þú veist, ég gæti ekki hannað logo fyrir þá sem að myndi lýsa samfylkingunni geðveikt vel, eða þú veist, ég myndi bara hafa svarthvíta andlitsmynd af Jóhönnu Sigurðardóttur og segja, já, þetta er samfylkingin, þú veist. Það myndi hafa betri áhrif á mig heldur en þessi kúla, þú veist. Þannig að, já, bara, þetta voru logo íslenska stjórnmálaflokka og, já, þetta myndband er fyrst og fremst til að hvetja þá alla, eða fyrir utan við Vinstri græna og Flokk fólksins og Sjálfstæðisflokkinn, til að hvetja alla hina til að standa sig betur þegar kemur að logo hönnunni. Guðana bænum, þið eru að fara að vera á þingi og túlka þjóðina í alþjóðlegum samskiptum og allt þetta, þú veist, verið með kynninguna ykkar á hreinu, ok? Kannski ég var að hugsa að tala líka aðeins um nöfn stjórnmálaflokka, ok, ég nenni ekki að fara yfir alla nýju framboðslistana, ég ætla bara að tala, þú veist, aftur, Sjálfstæðisflokkur, þú heyrir nafnið, aftur, maður er smá svona, maður fattar, maður botnar strax í nafninu, maður veit hvaðan þeir eru að koma, þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn má eiga það. Af öllum stjórnmálaflokkum landsins, þeir vita hvað mest um það hvernig það er að vera flokkur. Þeir halda mjög vel í sinn hóp, þeir eru bara struktúrslega séð, þú veist, mjög sterkur flokkur. Það er bara einn af þeirra stóru styrkjum. Aftur, Vinstri grænir, gott nafn, þú heyrir nafnið og bara, já, þetta er svona vinstri sinnaður, umhverfi sinnaður flokkur, já, ok, fattar þetta strax. Viðreisn. Hvað eru þeir að reisa við? Aftur flokkur fólksins, já, þú heyrir nafnið, þú veist, People's Party, já, þú fattar strax hvernig flokkur þetta er. Svo eru flokkar eins og Samfylkingin. Þú veist, við erum saman og við erum fylking. Ok, og hvað eru þið að fara að gera í ykkar stjórnmálum? Og við ætlum að vera saman í einni fylkingu. Ok, þetta var mín úttekt á logoum og nöfnum íslenskra stjórnmálaflokka.
þakka ykkur fyrir og við sjáumst í næsta myndbandi.